Ágúst, hvernig svona líðanin eftir þetta? Mér ótliði betur, ég skal vikja það. Á sama tíma er þetta gríðarlega stoltur af stelpunum, þvílíkir stríðskarakterar og þvílík barátta í þeim að ég bara á alla orð til að lýsa því sko. Við erum að spila við Evrópumeistarana og missum út þetta 2 gríðarlega sterka leikmenn snemma leiks en við komum tilbaka og í raun og veru einu atriði til að frá bara með því að vinna hana leik. Og þetta bara náðið að jafna þetta eftir að 7 mörgum undir í hálfleik. Hvað svona breytist í síðar hálfleik? Varnarleikunum var bara miklu betri. Við svona náðum að laga fínpúsum nokkur atriði sem þær voru að skora of auðvöld mörg á okkur í 5-1 vörninni. Við vorum svona grunnatriði sem voru bara á spennustíg kannski full hátt, ég veit það ekki, 6-0 vörnin var ekki góð. En bara við náðum að stilla þetta af og vinnum alveg hellingaboltum og skorum hellingur hraðaflöpum í seinni hálfleiknum á meðan við vorum aðeins með 1 mark úr hraðaflöpum í fyrri hálfleik. Þannig að það var svona varnarleikur og Ethel kom sterk upp líka og náðum að fara að keyra vel á þær og kannski svona gera full mikið af tæknifeilum fannst mér svona á köflum en frammistaðan engan síður stórkostleg. Já, ég meina það er bara, það eru 3 mörgum undir, það skammtar eftir og vinna þetta upp, það þarf trú og vilja í þetta. Já, þessar stelpur eru bara einstakar sko, þetta er bara gríðarlega, fyrstulega bara mikið gæði í liðinu. Við erum með 4-5 leikmenn sem eru í A-landsliðinu, þannig að gæðin eru gríðarlega mikil og þær eru mjög faglegar í allri sinni nálgun á þetta. Þannig að sko, hvað maður að segja, það er bara ótrúlega mikið af svona leiðtóm í liðinu og þær gefast aldrei upp og bara liðsheildin er feikil öflug, þess sem kom hérna inn sem að kannski spila aðeins minna, gerði það algjörlega frábærlega á móti þessu liði sem við vorum að spila á móti. Þannig að það er erfitt að biðja meira heldur en það sem það er gerði hér í dag en þetta hefði getað dugað til sigurs.